Góðan daginn, við erum hérna nokkrir hressir krakkar og við ætlum að prófa nokkra samgöngumáta. Við erum stödd í Mjódd og nú ætlum við að koma okkur niður í Háskóla Íslands. Ég hef valið að keyra. Mér finnst það svona öruggast. Ég tek strætisvagna Reykjavíkur. Ég á hjóli, ég reyndar á rafmagnshjóli sem hjálpar mér svona aðeins og ég var að fá að vita rétt áðan, það örlítið lengri leið heldur en þið og það pínu rigning. Í hetjustigum þá ert þú aðeins að skora. Sjálfsög, með smá forgjöf þar, sko. Við byrjum núna á slaginu 8:30. Já. Þá er gríðarlega mikil umferð. En ég er staðráðinn í samt að reyna að koma öllum á óvart með því að vera fyrstur. Já. Það margborgar sig að koma á bíl. Fá þeir að leggja á stað áður en strætóið minn leggur á stað? Það er hluta að taka strætó og það er að bíða. Ok, já. 5, 4, 3, 2... Klukkan er 1:30, gangi ykkur vel. En nú þarf ég auðvitað að bíða í 3 mínútur, þannig að sko nú er ég hér með strætó að leita að ferð Háskóli Íslands. Og ég var búin að komast að tíma náttúrulega þetta var strætisvagn númer 3, ég vissi það svo sem. Og hann verður hér 8:35. Þetta er sem sagt í fyrsta skipti sem ég keyri rafmagnsbíl. Ég var farþegi bara í fyrsta rafmagnsbílnum sem var til hérna á Íslandi. Við fórum í honum frá Ráðhúsinu og ætluðum upp í Orkuveitu, en hann dreif ekki upp í hérna Höfðabakkann. En nú er þetta orðið bara svakalega næs, sko. Af hverju þetta stoppa? Ég var ekki að svína. Var ég að því? Nei. Sko, hér kemur hann. Góðan daginn. Nú ferðu alveg beint. Ég þarf ekki að skipta strætó. Já, ég er í Háskóla. Heyrðu, hlaupa hér kanínur yfir veginn. Hvað ætlaði að gera? Passið ykkur. Það er, sem sagt, hjólastígur frá Mjóddinni og af Háskóla Íslands. Þetta eru víst rúmlega 9 kílómetrar sem ég er að hjóla. Þau eru að keyra 7,1 kílómetra. Sko, ef ég ætti að giska hvar hinir eru núna, þá myndi ég halda að Jón er pottet kominn í bílinn. Þetta sé ekki að stíga inn í strætó. Þá get ég bara svara tölvupóstinu mínum eða það getur Jón ekki, sko. Sjáu. Ég má svona sikksakka aðeins. Sjá þetta stóra tækið þarna. Þetta er meira prófsbílstjóri. Hann á að vita, hann á að keyra hægra megin. Hann á að keyra hérna hægri, hann á ekki að vera á þessari akrein, sko. Það er rosalega umferðar. Sjáðu þau að bíða núna. Við erum hérna bara á okkar leið í forgangi. Þetta er nefnilega sumarkonur, ekki ég, að gera á rauðu ljósi oft. Má ekki. Þetta er svona svo borðið tölvuleik. Núna er brúarborðið, svo er Nauthólsvíkurborðið. Undir mér er bara morgunumferðin. Sérstaklega í áttina að Reykjavík. Þó að Edda og Jón séu frábær. Nú vona þau séu bara föst í þessu. Sjáðu þið, við förum hér framhjá. Því við erum á okkar akri. Og Jón er einhvers staðar þarna óbúslega byrjun. Ég er örugglega að fara að vera lengur hérna í þessari umferðarteppu heldur en Edda Björgvins er að bíða eftir strætó. Mér finnst rosa gaman að keyra. Ég bara, og bílar finnst mér æðislegir. En við erum að nota bíla allt of mikið og það er svolítið eins og að gera allt í spariskóm. Ég var farin í fjöru. Já, best að fara í spariskóna. Fara í útilegatúr. Já, ég ætla að fara í spariskóm. Hérna fótbolti. Já, ég ætla að fara í spariskóna. Ég er ekki sofnuð, sko. Ég er bara í meditation. Það er mjög auðvelt í strætó. Það er ekki eins og maður sé að hendast til. Nei. Rosalega öryggi bílstjórar. Er ég komin hérna út á mig? Shit, maður. Sorry, krakkar. Sorry með mig. Ekki þennan svip, kallinn minn. Ég er hérna fórnarlamb eins og þú, kallinn minn. Þú sér það eins og allir hérna. Allt þetta fólk er eitt í bíl. Það er einn í hverjum einasta bíl. Sko, ég er í smá keppni. Ég get ekki hleypt ykkur öllum hérna fram fyrir mig, sko. Við erum að tala að við erum bara komin hér á Snorrabraut. Ég held að Jón sé ekki að koma fyrir undir hádegi eins og hann hélt sjálfur. Ævar gæti aftur á móti verið hérna að fara einhvers staðar. Edda getur komið svolítið langt, bara strax. Annars eru Edda og Jón algjörlega frábær. Treysti því að þau sé að segja eitthvað fallegt líka. Er ég að fara að rústa þér, Ævar? Bara, ég er með hjólaðinni. Ég er ískaldur og...
virkar. Ég veit ekki af hverju ég er að boða hér einhverju umferðarreglur. Ég bara er að beina athyglinu frá því. Ég er orðinn svolítið þreyttur. Hins vegar, og nálgast nú bráðum stúdendagarða. Svona, ít á stopp. En sko, nú er ég komin. Það er gangbraut. Við erum alltaf fyrir skóla, greinlega. Þetta sem ég sé nýju prófessorinn þeirra. Loka spretturinn. Sjálfsög gott að enda þetta í brekku. Ég er ekkert að hlaupa, sko, þetta er bara svona rösk. Powerwalk, sko. Þarna er Ævar. Þetta er still powerwalk. Nei, þú hleypur! Þetta má ekki, Ævar, þú hleypur! Ég skal fara niður aftur og ganga röskla. Ég vissi að við erum á svipuðum tíma, sko. Nei, hann hljóp inn. Ég bakkaði. Strætó og hjól. Og Jón er ekki stöðu taugaáfalli. Nú þurfum við að vanda okkur hérna. Við þurfum að fara hér. Já, hvar á ég að vera? Hérna fyrir framann bara. Hvað er klukkan? Hún er 9. Ekkert hjól hér, kallar minn. Heyrðu, snill. Þetta er ekki komin. Nei. Já. Í alvöru talaði, ég hélt í alvörunni. Ég hugsaði, nei, fokk, ég er bara undan þeim. Herru, ég var rétt fyrstur. Rétt á undan þetta. Sko, við vorum jöfn. Í raun og veru, ef ég hefði bara aðeins ekki verið að skoða allar byggingarnar þarna. Þú ert 4,5 mínútu eftir þetta. Varstu pirraður á leiðinni? Varstu pirraður? Já, ég var það reyndar. Ég þoli ekki stundum hvernig fólk keyrir. Ég þoli það ekki. Eru þið svona öskrarar í bílnum? Ég er svolítið kannski missum í blót einstaka sinnum. Fáviti! Maður hefur mjög brenglaðar hugmyndur um það og ranghugmyndur um það hvað maður er lengi að labba og hjóla. Já. Ég er nefnilega að labba mikið. Ég er með hugmynd, ég er með áskorun hérna. Ég skora á okkur, að endurtaka þennan leik eftir 13 ár. Okay. Og þá ætla ég ætla að labba. Já. Og við skulum bara sjá hvað það tekur mig langan tíma. Ég er miklu fljótari en því ykkur grunar, sko. Okay.